Næstu helgi fer fram matarhátíðin Local Food Festival sem norrlensk matarhátíð en hún hjá mér Júlía Skarphéðinsdóttir sem einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Júlía, þetta á sér nokkuð langan aðdraganda, ekki satt? Jú, auðvitað breytt fyrirkomulag samt á þessu núna. Við erum búin að stytta sýninguna og bara meira að gerast á styttri tíma, en þetta verður svona kannski meiri hasar. Sýningin búin að vera síðan, hét hún Maturinn og búin að vera síðan held ég 2007, kannski fyrr. Já, þannig að þetta svona með svipuðu sniði en auðvitað breyttar áherslur í bransanum eins og gengur. Og hvernig verður fyrirkomulagið á þessu núna? Þetta orðið töluvert stærra en áður hefur verið. Já, mér skilst að séu konur dálítið fleiri sýnendur og svo erum við ég fyrir klúbb matreiðslumeistara í þessari sýninganefnd sem stendur að sýningunni og klúbburinn ætlar að standa fyrir, vera með smá keppnisvæði og standa fyrir keppnum, vera með 4 keppnir fyrirgefðu, þar sem að keppa lærðir kokkar, matreiðslu sveinar og meistarar, matreiðslu og bakaranemar og svo bara fyrir almenning í samlokukeppninni. Og svo ætlum við að vera með einvígi á milli tveggja snillinga. Og þetta sem sagt annars vegar, þá dagskrá þarna yfir vikuna og svo það þessi stóra sýning og hún opin fyrir almenning. Þetta eitthvað sem ættu allir að geta fundið eitthvað þarna við sitt hæfi? Já, algjörlega. Bæði þetta veitingastaðir og stórir framleiðendur á svæðinu. Svo þetta líka litlir framleiðendur og litlir bara allt sem tengist. Þessi matarferðamennska eitthvað sem er framtíð í, sko. Og það einmitt eitthvað sem þið leggið svolítið áherslu á, það þessir vaxta möguleikar í svona matreiðslu tengdum málum hvað varðar ferðaþjónustu og kynningu á íslensku mat á erlendum markaði. Já, það einmitt það. Við erum bara, eftir því sem við fáum fleiri ferðamenn, þá held ég að við gerum okkur grein fyrir hvað við erum hrein og öll framleiðslan okkar hrein og laus við allt plat. Þannig að auðvitað eigum við að glenna okkur í því. Það ætlum að gera þessar sýningu. En norðlensk matarmenning, hún ólík matarmenningu annars staðar á landinu, heldur? Já, það eru einhverjar hefðir, sem við eigum, sem allir landshlutar eiga. Við bara glennum okkar hefðir, laufabrauð og eitthvað. Og fólk almennt búið að vera og fyrirtæki til í að taka þátt í þessu með okkur? Já, við styttum nefnilega sýninguna niður í 1 dag. Ég held að við það þetta auðveldara. Það allir með lágmarksmönnun alls staðar, nóg að gera og þannig að að færa þetta allt saman og pressa þetta saman á 1 dag, þarna frá 12 til 6 á laugardaginn, þá held ég að það hefur gert þetta auðveldara. Þess vegna séum við með fleiri sýnendur. Já. En nemarnir, nú eru nemar að taka þátt í þessu hjá okkur. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þá heldur að fá svona utanumhald? Þetta bara rosalega þýðinga mikið. Við erum allir nemar í þessum matvælagreinum. Það erfiðara fyrir okkur að sækja í eins og keppnir og námskeið og alls konar svona sem að gerast. Þetta skiptir miklu máli fyrir nemana að bara finna að það risa batteri sem að langar að gera eitthvað fyrir þau. Og það til dæmis keppnin sem mesta skráningin í allavega núna. Það í nema keppnina. Geturðu sagt mér eitthvað frá matselunum? Máttu uppljóstra einhverjum þá? Já, við erum með í tengslum við sýninguna í vikuna undan og sumir ætla að vera með lengur. Þá svona sameiginlegur matseðill sem af svæðinu. Það eru minnstakosti 5 veitingastaðir á svæðinu sem ætla að taka þátt. Það Folaldalundir í aðalrétt. Það lax og humar í fyrsta eða einhvern rétt. Það einn réttur á hætti húsins, hann heitir 4 rétta seðill og svo í eftirrétt súkkulaði og kirsebær. Svo bara gerir hver með sínu nefi. Flestir staðirnir verða með seðilinn í gangi 5. föstudag og laugardag, þannig að ná þá 3 seðlum. Já, æðislegt. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.